Gleðilegan hvíldardag öllsömmul. Það gaman að sjá okkur svona mörg saman komin. Í dag erum við með gesti og kannski koma einhverjir gesti til að sjá annan gest, hann Pavel Goja, en því miður þá getur Pavel Goja ekki verið með okkur og vegna veikinda, þannig að hann kom ekki til landsins. En við ætlum engu síður að lofa Guð kröftulega saman og við byggjum bara öll hjartalega velkomin. Og við skulum hefja stundinu með því að lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við byggjum þig að blessa þessa stund, að blessa okkur öll. Við byggjum þig að vera með Pavel Goja í sínum veikindum og við hlökkum til að sjá hann í september, þegar hann kemur þá. Kæri Faðir, við byggjum þig að venda og vaka yfir okkur öllum og leiða þessa stund. Og við lofum þig í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina og syngja sálminn númer 3. Og það sálmurinn Fyrir fegurð jörðu á. Hann kemur hérna upp á skjáin eftir örskamma stund. Ég biðst afsökunar að við byrjum aðeins seint, það var smá tæknilegar örðuleikar. Næst ætlum við að syngja saman sálminn númer 64, Þú hæsti Guð. Sálminn númer 64, Þú hæsti Guð. Og hann kemur hér á íslensku, spænsku og ensku á skjáin. Syngjum vel með. Má ég kannski biðja ykkur bara að rísa á fætur og við tökum bara vel undir, þeir sem treysta þau til. Amen.
syngja kórinn svo eftir, við teknum henni það. Setjum á fjórða erindið og svo setjum við kórglæruna eftir. Það einhver ruglingur í glærunum, við finnst innilega að vera því. Erindið 4 og svo kór. Eftir kórinn. Alveg að koma, vers 4. Að standa áfram og ég ætla að lesa ritningalesturinn sem Sonja hefur valið fyrir okkur í dag, en hann að finna í 1. Korinthubréfi 13. kafla og það fyrsta vers og til og með 8 og hann kemur hérna á skjáinn á tungumálunum 3. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brendur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Við skulum krjúpa til bænar þeir sem treysta sér til. Kæri himneski Faðir, við lofum þig og þökkum fyrir allar þær blessanir og þær gjafir sem þú hefur gefið okkur, vernd þína og hvernig þú hefur leitt í lífum okkar. Við þökkum fyrir það að við getum komið hér saman á þínum hvíldardegi, og við getum lofað þig og við getum notið þess að koma saman. Kæri Faðir, þú ert kærleikur og við biðjum þig að umvefja okkur kærleik þínum og að fylla okkur með honum. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig fyrir þeim bænarefnum sem á huga hvers og okkar, daglegt amstur og áhyggjur, að þú meir taka þær í burtu. Kæri Faðir, ég bið þig sérstaklega fyrir öllum þeim bænarefnum sem í bænarbókinni. Kæri Faðir, við biðjum fyrir sjúkum, við biðjum fyrir þeim sem einmana, við biðjum fyrir þeim sem eigum sárt að binda. Kæri Faðir, við biðjum þig að leysa, líkna og lækna, að vera með okkur og bæði í þeim tímum sem góðir tímar en líka á þeim slæmu. Við vitum að þú ert ávallt hjá okkur, en hjálpa okkur að muna það og finna fyrir nærveru þinni. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund, við biðjum þig að blessa hana Sonju þegar hún talar til okkur á eftir, við biðjum þig að blessa land og þjóð, við biðjum þess alls í Jesú nafni. Amen.
Þá ætlum við að syngja sálmi númer 186, Blessunardaggir lát drjúpa. Þá komið að því að við tökum upp gjafir. Það sem við erum komin saman 3 söfnur, þá langar mig eiginlega bara að stinga upp á því og gleymd að ræða við gjaldkerann, ég vona að hann fyrirgefi mig það, en að gjafirnar í dag verði teknar upp sérstaklega fyrir boðunarstarfið sem hefur verið átt sér stað hér í Loftsalnum. Að þessu sinni. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessar gjafir og margfalda þær, að þær megi verið starfið þínu til framdráttar. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Jæja krakkar, þá nú komið að við ætlum að syngja 2 barnasálma og svo verður barnasaga. Já, fyrirgefðu, það tónlistaratriði fyrst.
Takk kærlega fyrir Ísak og Óskar fyrir þetta fallegast. Þá komið að við ætlum að syngja barnasálma. Við ætlum fyrst að syngja Jesús elskar stór og smá. Stór og smá. Jesús hann oss elskar öll á íslensku og svo spænsku. Svo sannarlega elskar Jesú okkur öll. Jæja krakka, vil ég koma fram? Sonja ætlar að segja ykkur barnasögu. ¿Saben ustedes qué significa un milagro? Pregúntenle a sus mamás. Hvað kraftaverk en það eitthvað sem að gerist stundum og okkur finnst það ómögulegt að útskýra. A veces pasan los milagros y es a veces difícil explicarlo. Hún var 8 ára. Nokkur eitthvað sem 8 ára? ¿Ustedes tienen 8 años? Tess 8 ára. Esta niña tiene... Það svolítið vandamál heima hjá þeim að hann Andrius, litli bróðurinnar Tess, mjög mikið veikur. Su hermano de ella está muy enfermo. Pappi og mamma að þau svo áhyggjufull. Tess heyrir þau vera að tala saman þetta, hvað þau eigi að gera. Y los padres están muy preocupados y Tess le pregunta qué es lo que podría tener. Svo heyrir Tess líka að mamma segir það ekkert annað en kraftaverk sem getur bjargað hún Andrés. Y la mamá dijo que solamente con milagros se va a salvar el niño. Tess ákveður að hún verður að hjálpa að gera eitthvað. Entonces ella dice que voy a tener que hacer algo. Þegar manni illt eitthvað staðar eða veikur, þá fær maður oft eitthvað lyf. Muchas veces cuando uno se está enfermo te dan medicamento. Apotekið að kaupa þau. Hay que ir a la farmacia. Ég gerði þetta ekki viljandi. Tess hún fór á apotekið og þar var fullt af fólki. En áður hún fór, nú glemdi ég að taka með. Ég tók peningana með mér. Þeir í krukku þarna frammi. Había mucha gente, pero se le olvidó su dinero. Hún tók með sér peningana sem hún átti í einhverju krukku
Hún faldi krukkuna í skápnum, bak við öll fötin og svo tók hún þessa krukku og tók hérna með sér á apótekið. Entonces llevó un dinero que ella tenía en un frasco y beið se lo llevó eftir- a la farmacia. Að apótekarinn, hann sem hefur apótekið, hann spurði hana hvað hún ætlaði að kaupa. Y En le hann- preguntó el de la farmacia qué es lo Hann que iba a talaði comprar. ekki við hana, hann talaði bara við allt fullorðna fólkið og ekki hana. Og hún reyndi að láta hann heyri sér, en Y hann ella, sagði ekkert. él no le hizo caso a ella, no quiso hablar con ella, el farmacéutico. Bara að hugsa fullorðna fólkið. Svo tók hún pening og reyndi að láta heyrast í honum á búðaborðinu. Y luego Og þá hizo que loksins se escucharan las monedas en la sagði- mesa de la farmacia Apótekarinn, já, hvað ætlar þú að kaupa? y le preguntó el señor, ¿qué quieres comprar? Ég ætla að kaupa kraftaverk. Quiero comprar un milagro, dijo ella. Kraftaverk. Við seljum ekki kraftaverk á hennar mín. No se vende Hay que hack- milagros aquí. En Tess gæti ekki trúa því að apótekarinn sem hafði svo mikið í hillunum sínum, hann gæti ekki selt henni kraftaverk. Ella no podía creer eso. En það gekk ekki. En þú ekki verið að trufla mig, sagði apótekarinn. Ég hérna að tala við hann bróður minn. Ég hef ekki séð hann lengi og hann nýkominn hingað frá Chicago. Ég þarf að tala við hann. Y él dijo, déjame hablar con mi hermano que acaba de venir de Ég- Chicago. Á líka bróður, sagði Tess, og það hann sem svo veikur. Hann Y ella Andrés dijo, bróðir yo también svo tengo agalega hermano. veikur. Él está muy enfermo. Mamma og pappi segja að það sé bara kraftaverk sem getur bjargað honum því hann með eitthvað sem vex inn í höfðinu á honum og það ekki hægt að hann verður að fá kraftaverk. Svo við verðum að kaupa kraftaverk. Y mamá dice que él necesita milagro para que se cure. Maðurinn frá Chicago, bróðir apótekarans, hann beygði sig niður og spurði Tess, hvað segir það sé að honum bróður þínum? Hvaða veiki er hann með? Entonces el hermano vino y preguntó, ¿qué enfermedad tiene tu hermano? Hann með eitthvað sem inn í höfðinu sem hann þarf að fá uppskurð. En pappi og mamma hafa ekki ráð á að senda Es que Andrés necesita, á sjúkrahúsið. el niño necesita una cirugía, pero mis papás no tienen dinero para que le hagan cirugía. En ég með alla peningana mína hér og ég vil borga fyrir kraftaverkið. Hvað ertu með mikinn pening? Pero aquí tengo Spurði todo mi maðurinn. dinero y quiero pagar por el milagro. Ég Dice með él. $10.11. $10. Veistu það? Að ég get hjálpað þér kannski, sagði maður. Y el hombre dijo, yo tal vez te pueda Ég ayudar. veit kraftaverk sem kostar einmitt $10.11. Yo sé de un milagro. Svo hún tók peningan og rétti honum. Hann Entonces tók ella le peningan í pagó. hendina og með hinni hendinni tók hann í hendina á Tess og sagði, viltu fylgja mér heim til bróður þins og pappa þins og mammi, ég þarf að tala við þau. Y le dijo, llévame con Hann tus fór papás. heim til Tess Y ella lo llevó. og endin á sögunni sá að þessi maður, hann er frægur skurðlæknir. Este hombre era un cirujano muy Stendur með þess famoso. að hérna hvað hann heitir, nú er ég búin að týna því. Perdí su Jú. nombre. Hann heitir Dr. Carlton Armstrong. Armstrong se llamaba. Er skurðlæknir. Og hann hjálpaði Andrés. Y él Svoleiðis að ayudó Andrés varð frískur. al muchacho para que se curara. Seinna sagði mamma við pappa, hvað heldur þið að þessi uppskurður hefði kostar ef þið hefði mátt að borga fyrir? Y mamá dijo, ¿cuánto Tess será hún vissi que það alveg. costaría eso? Tess vissi að svona uppskurður kostaði $10.11 og svo auðvitað maður verður að trúa því að Guð hjálpi og Guð svari bæn og það gerði Guð. O Tess ya sabía cuánto costaba $10. Og við getum Y también había que confiar en Dios upplifað kraftaverk y sus þegar milagros. Guð svarar bænum okkar. Takk ykkur fyrir að vera svona duglega. Gracias por venir. Já, krakkar, vengan niños porque
Saraya y Salomea. Thora Lilia les va a mostrar algo. Tenemos aquí algo que es de la iglesia que ustedes cuando ustedes terminen de usar esto es para dibujar. Y cuando terminen, déjenlo ahí atrás porque es para que cuando ustedes están escuchando y se borra aquí. ¿Algunos otros niños aquí que quieren? Þegar krakkarnir eru komin með blokkina þá bara býð ég Sonju velkomna að flytja predikuna. Pasa adelante, Sonia. Komið sæl. Hola. Skrítið að standa hér og sjá okkur ekki fyrir þessu stóra ljósi. Es raro ver a ustedes aquí, no los veo por esa luz. Og það skrítið að tala predikun í sambandi við það sem ég segi. Y es raro hablar de predicación sobre las cosas que yo voy a leer aquí. Því þeir sem þekkja mig vita að ég predika ekki. Como los que me conocen saben, yo no predico a nadie. Hef aldrei gert það og mun ekki gera það heldur. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Það eru barnasögur, það þekkiði og hafi fengið nóg ábyggilega. Historias de niños, eso sí. En þegar ég finn einhverja grein í einhverju blaði eða lesi eitthvað í bók sem ég finnst tala sérstaklega til mín, þá geymi ég það oft. Cuando leo algo en un artículo o en un libro, yo lo guardo muchas veces. Og svo kem ég með það. Og í dag það tekið úr Adventist Review í apríl 1997. Ahora he tomado un artículo del Adventist Review del 1997. Og það Andy Ness sem hefur skrifað. Andy Ness lo escribió. Það að segja ég. Þaðan hef ég þessar hugsanir sem ég kem með í dag. Desde ahí vienen mis pensamientos que les voy a compartir el día de hoy. Og þetta heitir hjá mér, titillinn Allt breytist. El título de esto se llama Todo cambia. Það undarlegt að Jesús þurfti að minna samtímamenn sína á það hverju óvæntur kærleikur getur afrekað. Jesús muchas veces tenía que recordarle a sus contemporáneos qué tan inesperado es el amor. Þeir vissu, þetta rifjað upp, þeir þekkt allar þessar sögur, þeir höfðu Gamla testamentið. Ellos sabían todas esas historias del Antiguo Testamento. En það þurfti að minna þá á og þeir þurfti að rifja upp og ég hugsa við þurfum þess líka. Ellos tenían que recordarse de esto y nosotros también. Og sem sagt, muniði þessa setningu, allt breytist. Acuérdense de esta oración, todo cambia. Það óvæntur kærleikur sem getur breytt öllu. Es un amor inesperado que puede cambiar todo. Og nú ætla ég að rifja upp margar sögur úr Biblíinu. Y voy a recordar muchas historias de la Biblia. Og þið verður afsakað, þetta tekur lengri tíma, ég hef reiknað mig, ég hef aldrei trúað að neitt ætti að standa og þýða fyrir mig. Yo no sabía que alguien iba a traducir para mí. Fyrst það sagan Esau og Jakob. Vamos a la historia de Esaú y Jacob. Jakob, hann sveik ekki bara bróður sinn, hann sveik líka föður sinn. Jacob engañó a su hermano y también a su padre.
Það endar með að Esá ákveður að drepa Jakob til þess að hefna sín. Esaú tomó la decisión de matar a su hermano para vengarse de él. Jakob hafði stólið frumburðaréttinum og hann hafði stólið blessuninni frá honum. Jacob le había robado el derecho del que nace primero y lo había engañado. Ég var bátt með ekki að sjá hvorki í biblíunni en þetta hendur verður að hafa það. Ég ætla að lesa fyrir ykkur versið sem að ég fann hérna en nú í þessu ljósi finn ég ekki neitt en sem sagt Esá hótaði að hann myndi drepa Jakob. Svo Jakob var að flýja að heiman og hann kom ekki aftur fyrir mörgum árum síðar. Entonces, como Esaú iba a matar a Jacob, él huyó de casa y no regresó hasta dentro de muchos años. En þá kom líka Esá á mótunum með 400 manns. Pero cuando regresó, Esaú vino en contra de él con 400 personas, hombres. Jakob gekk á mótunum, beygði sig 7 sinnum til jarðar. Y Jacob fue a verlo y se agachó 7 veces. Esá hljóp á mótunum, faðmaði hann, lagði hendur háls honum, kyssti hann og þeir grétu. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle y echóse sobre su cuello y le besó y lloraron. Kærleikurinn breytti öllu. El amor cambió todo. Næst tek ég söguna Jósef sem að við vitum að bræður hans fóru illa með hann og seldu hann. Vamos a la historia de José. Sabemos que sus hermanos lo maltrataron y lo vendieron como esclavo. Þegar bræðurnir komu til Egyptalands mörgum árum síðar og hittu Jósef. Cuando los hermanos fueron a Egipto una vez y se encontraron con José, þá auðvitað urðu þeir dauðhræddir þegar þeir uppgötvuðu að þetta var Jósef. Se quedaron con mucho miedo cuando se dieron cuenta que él era José. En svo eitt vers sem segir frá því hvernig þeir sættust, hvernig Jósef faðmaði að sér bræður sína og þeir töluðu saman. Pero podemos ver al final que José abraza a sus hermanos y se contentan y están felices juntos y se perdonan. Það líka saga í Biblíunum Hósea, það stendur að hann faðmaði óáreiðanlega konu sína, Gómer. Y también se trata de amor aquí en el libro de Josea, donde el esposo abraza a su mujer en quien él no podía confiar. Jesús vissi að einhver varð að það var nauðsynlegt að minna fólk á það sem hafði gerst. Jesús dijo que era importante recordarles a la gente qué es lo que había pasado. Það var nauðsynlegt að segja og sýna hvað myndi gerast ef öllum væri sýndur kærleikur. Era importante mostrar qué es lo que iba a pasar si todos fueron tratados con amor. Og þess vegna sýndi Jesús þeim það sjálfur. Y por eso Jesús les mostró amor él mismo. Þegar að börnin trufluðu Jesú, cuando los niños estaban querían quitarle tiempo a Jesús, þá reyndu lærisveinarnir að reka það eða hjálpa Jesú, en Jesús sárnaði það. Los discípulos querían ayudarle a Jesús y quitarle de encima a los niños. Og hann sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. A Jesús se puso triste cuando hicieron eso y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo prohíban, porque de lo suyo es el cielo. Og Jesús tók þau sér í faðm,
lagði hendur yfir þau og blessaði þau. los abrazó y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Samverji, kona, samverji, hún rökræddi við Jesú Una mujer samaritana tuvo una discusión con Jesús og hann sýndi henni kærleika og allt breyttist. y le mostró a ella amor y todo cambió. Við munum eftir að fólkið í bænum hennar, þarna í Samaríu, Recuerden que la gente en su pueblo, en Samaria, það sagði, dijeron, Jesús situr og talar við konuna, ég er að reyna að stytta þetta, Jesús situr og talar við konuna, í sama bili komu lærisveinar hans og furðuðu sig á því að hann var að tala við konu. Jesús estaba platicando con la señora cuando vinieron los discípulos y ellos se quedaron muy sorprendidos de que por qué estaba platicando con una mujer. Og sú saga endar svona, Y la historia termina así. margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði hann að hann hefði sagt henni það allt sem hún hefði gert. Og þegar samverjarnir komu til hans báðu þeir hann að staldra við hjá sér, var hann þar kyrrt í 2 daga. Entonces el resultado fue así, en Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase ahí y se quedó ahí 2 días con ellos. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sagðu við konuna, það ekki lengur sakir orða þinna að við trúum því að við höfum sjálfur heyrt og við vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Og svo það að þeir komu með hórkonu til Jesú. Y luego vinieron con una prostituta a Jesús. En þar sýndi hann líka kærleika og allt breyttist. También ahí mostró amor y todo cambió. Við munum hvernig það endaði. Hann réttis upp og sagði við hennar, kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi enginn þig? Se paró Jesús y le preguntó a la mujer, ¿nadie te acusó? Ég sakfelli þig ekki heldur. Far Entonces, þú, synda ekki framar. entonces yo tampoco te voy a condenar, ve y no peques más. Svo það lítill tollheimtumaður, hann var svindlari. Luego había un señor que recogía los impuestos, él era un estafador. Þar breyttist allt líka því að Jesús sá hann. Ahí todo cambió también porque Jesús lo vio. Og sú saga endar, Jesús sagði við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast þessu húsi, enda ert þú líka niðji Abrahams, því að mannssonurinn kominn að leita að hinu týnda og frelsa það. Y la historia termina así, que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Og 2 blindir betlarar hrópuðu, Y 2 ciegos
mendigos llamaron a Jesús og Jesús sá þá. y Jesús los vio. Jesús nam staðar, kallaði á þá og sagði, hvað viljið þið að ég geri fyrir ykkur? Og þeir mæltu, Drottinn, gefðu okkur sjón. Y Jesús paró y le dijo, ¿qué quieren que yo haga para ustedes? Y ellos dijeron, denme mi vista. Jesús kenndi í brjóstum þá og snart augu þeirra, jafnskjótt fengu þeir sjónina og fylgdu honum. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Besti vinur Jesú stakk af frá honum. El mejor amigo de Jesús lo abandonó. Og hann sór og sárt við lagði að hann þekkti ekki Jesú. Dijo a la gente que ni conocía a Jesús. En Pétur fékk önnur tækifæri. Pero Pedro recibió otra oportunidad. Seinna lesum við að Jesús spurði hann, elskar þú mig? Og Pétur fékk 3 tækifæri að svara og segja, Jesús, já, ég elska þig. Jesús le dio oportunidad después, le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces y pudo contestar 3 veces que sí lo amaba. Í lokin var það múgurinn sem að drap Jesú. Y al final, la multitud que mató a Jesús. Og hann sagði, Faðir, fyrirgef þeim. Þeir vita ekki hvað þeir gera. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Og allt breyttist. Y todo cambió. Í bókinni Chicken Soup for the Soul En el libro Chicken Soup for the Soul sagt frá 100 metra spretthlaupi á Ólympíuleikunum fatlaðra í Seattle. dicen sobre una carrera de las Olimpiadas para los minusválidos en Seattle. 9 keppendur sem allir eru líkamlega eða andlega fatlaðir komu sér fyrir við ráslínuna. Habían 9 personas de los cuales estaban minusválidos, estaban preparados para empezar la carrera. Og þegar startskotinu var hleypt af, hlupu þeir. Y cuando dispararon, empezaron a correr. En svo var einum drengjanna fótaskortur og hann lá hágrátandi á malbygginu. Pero uno de ellos de repente se tropezó y se cayó y se puso a llorar, acostado ahí en el suelo. Þegar hinir keppendurnir heyrðu í honum, snéðu þeir við og fóru til hans. Cuando los otros que estaban compitiendo oyeron eso, pararon y fueron a él para atenderlo. Allir sem einn, allir 9. Todos los 9. Þeir reistu fallna íþróttamannin á fætur, kræktu saman örmum og saman gengu þeir, allir, að marklínunni. Y lo levantaron del suelo y todos fueron agarrados de la mano caminando hacia la meta final. Fagnaðarlætin vegna þessara 9 gullverðlauna hafa stóðu í meira en 10 mínútur. Habían tanta felicidad sobre estos 9 ganadores del oro que la gente estaba aplaudiendo por 10 minutos. Við þurfum kannski aðeins að rifja upp hvernig við byrjum þetta. Það undarlegt að það þurfur að minna okkur á gamlar sögur til þess að skilja hverju óvæntur kærleikur hverju hann getur afrekað. Vamos hacia el principio, vamos a pensar por qué será que tenemos que siempre estar recordados, por qué se nos olvida qué tanto el amor hace
para cambiar las cosas en la vida. Niðurstaðan þessi. La conclusión es esa. Þegar við sem söfnuður og sem einstaklingar elskum hina ómögulegu táninga sem líta fáránlega út og gera fáránlega hluti, Cuando nosotros como iglesia y como individuos amamos a los jóvenes que hacen cosas raras y se visten raros, og róttaklingana sem vilja hafa trömmur í kirkjunni og þá íhaldssömu sem bara vilja orgelspil, y también a los que quieren tener música más viva y otros que son reservados y que quieren música muy reservada. og þá sem eru hlynntir vígslu kvenna og þá sem missa sig ef það nefnt. Y los que quieren que mujeres sean pastores y otros que no quieren. Þá sem ekki lengur fullgildir meðlimir og þá sem hafa aldrei verið það. Los que han sido por parte de la iglesia y otros que no han sido por parte de la iglesia. Þá sem særðu okkur fyrir löngu, þá sem sær okkur enn í dag. Los que nos lastimaron hace mucho, los que nos lastiman el día de hoy. Þá sem virða ekki hinn rétta hvíldardag og þá sem segja að syndarar brenni í helvíti. Los que no guardan el sábado o los que dicen que el pecador va a quemar en el infierno. Og mormóna og kaþólska. Amar a los mormones y a católicos. Og samkynhneigða og þá sem fara illa með það. Y los que son homosexuales y los que los maltratan. Þegar það rennur upp fyrir okkur að við eigum öll í mismunandi erfiðleikum. Cuando nos acordamos de que todos nosotros tenemos dificultades y estamos luchando. Erfiðleikum af því að við erum öll svo mismunandi. Porque somos todos diferentes. Og flest erum við að reyna okkur allra besta. Y nosotros, la mayoría de nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible. Þegar við tökum öðrum opnum örmum eins og Jesús tekur okkur. Cuando nosotros recibimos a otras personas con los brazos abiertos, así como Jesús hizo, þá munu hlutirnir breytast. entonces las cosas van a cambiar. Ef til vill og líklega verður breytingin þá meiri en við ímynduðum okkur. Probablemente el cambio va a ser más de lo que nosotros imaginamos. Þetta auðvitað mikið léttara sagt en gert. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sumir fara í taugarnar á mér og sumir fara í taugarnar á þér. Algunos a mí me caen mal y otros te caen mal a ti. Þú og ég, við pirrum líka einhverja. Y nosotros también seguramente molestamos a otras personas. En þegar við lítum á meðbræður okkar, systkini okkar, sem börn Guðs Pero si miramos al prójimo como hijo de Dios og skynjum hversu mikils Guð metur þá, y entendemos que tan preciosos son en los ojos de Dios, þá reisum við þá upp af malbygginu og krækjum saman örmum los levantamos del piso y los agarramos de la mano og göngum með þeim að marklínunu þar sem að faðirinn bíður með opinn faðminn. y caminamos con ellos a la meta donde está el Padre, donde nos recibe con sus brazos abiertos. Ég ætla að lesa úr fyrra Korintubréfi, 13. kafla. Voy a leer el 1 de Corintios, capítulo 13, Og það 7. vers. versículo 7. Kærleikurinn breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt.
El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, La caridad nunca deja de ser. en nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayoría de ellas es la caridad. Amen. Amén. Við þokkum Sönju kærlega fyrir þessi orð og nú skulum við syngja saman lokasálminn, sálminn númer 427, Þú drottinn allra alda. Ég bið ykkur að rísa á fætur. Ég les blessunarorðin sem að þessu sinni tekin úr Júdasar brefi, 24. og 55. versi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottin vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.
leið og ég þakka öllum fyrir þátt